Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjartamanns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Matteus 23 mínútur yfir 11. Vei yður, fræðimenn og farísear, hræsnarar. Þér gjaldið 10% af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það, sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og heitt eigi ógjört að láta. Matteus 26 mínútur yfir 11. Blindi farísei, hreinsaðu fyrst byggarinn innan, að hann verði líka hreitnað utan. Matteus 44 mínútur yfir 12. Verið þér og viðbúnir því að mannsonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Matteus 25:13. Vakið því þér vitið ekki daginn né stundina. Matteus 25:30. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Matteus 26:41. Vakið og biðjið að þér fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið veikt. Matteus 28:19. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Matteus 28:20. Og kennið þeim að halda allt það, sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Markús korter yfir 8. Jesús ámyndi þá og sagði, gætið yðar, varist súrdeig farísea og súrdeig Heródesar. Markús 35 mínútur yfir 9. Hann settist niður, kallaði á þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur, sé síðastur allra og þjónn allra.